Virkjanir í Þjórsá sem stjórnarflokkarnir ræða nú að falla frá eða setja í bið getur skilað Landsvirkjun yfir 20 milljarða króna tekjum á hverju ári í framtíðinni. Kristján Már Unnarsson skýrir þetta. Búrfellsvirkjun sennilega gott dæmi gullkvörn en það orð notaði Steingrímur J. Sigfússon, þáverandi fjármálaráðherra Landsvirkjun fyrir rúmu ári. Virkjunin hefur verið skuldlaus í 2 áratugi og skila nú 7 milljarða króna tekjum á ári. Þessa dagana rætt innan ríkisstjórnarflokkana að hætta við fyrirhugaðar virkjanir í neðri Þjórsá, en þær fóru allar í gegnum umhverfismat fyrir 8 árum og voru útboðshannaðar fyrir 5 árum. Í umræðunni hefur lítt verið fjallað þá tekjumöguleika sem samfélagið yrði af með slíkri ákvörðun. Til að áætla mögulegar tekjur af hinum umdeildu virkjunum notum við tölur úr síðustu ársskýrslu Landsvirkjunar tekjur af raforkusölu og miðum við líklega meðalkeyrslu rennslisvirkjana. Urriðafossvirkjun með 980 gigawattstunda ársframleiðslu gæti skilað yfir 3000 milljóna króna tekjum á ári, Holtavirkjun 1300 milljónum og Hvammsvirkjun yfir 2000 milljónum. Við bætum Norðlinga ölduveitu við þótt hún sé ekki virkjun, en aukin orkuvinnsla annarra virkjana vegna hennar gæti skilað 900 milljónum á ári. Nýjar Þjórsárvirkjanir gætu þannig gefið yfir 8 milljarða króna árstekjur. Hér hins vegar miðað við orkuverð árið 2010, en Landsvirkjun spáir því að verðið tvöfaldist á næstu 20 árum sem myndi tvöfalda þessar tölur. Urriðafossvirkjun skilaði þá yfir 6 milljörðum króna á ári, Holtavirkjun 2,6 milljörðum, Hvammsvirkjun rúmlega 4 milljörðum og Norðlinga ölduveita tæplega 4 og árstekjurnar færu samtals í nærri 17 milljarða. Aukið vatnsrennsli vegna hlýnunar sem nú spáð gæti svo enn aukið tekjur þessara virkjana og fært þar yfir 20 milljarða króna á ári.